Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur, verið velkomin í skautahöllinni í Laugardal. Hér að fara að eigast við Skautafélag Reykjavíkur og Skautafélag Akureyrar í öðrum leik í úrslitakeppni hestdeilda karla. Helgi Páll Þórsson heiti ég, með mér er Kristín Ómarsdóttir, skautasleggja með meiru. Við byrjum þetta vel, Helgi. Já, við byrjum þetta mjög vel. Dómarar kvöldsins, Óli Þór Gunnarsson, Sæmundur Þór Leifsson og Andri Freyr Magnússon á línunni. Í liði SR, númer 1, Aron Levi Beck Rúnarsson. Hér fáum við lið Skautafélags Reykjavíkurinn. Magnús Máni Ólafsson. Númer 7, Benedikt Bjartur Olgeirsson. Númer 8, Robby Sigurðsson. Númer 9, Axel Snær Arna. Númer 10, Björn Róbert Sigurðarsson. Númer 11, Styrmir Steinn Már. Númer 12, Pétur Andreas Már. Númer 14, Ómar Freyr Söndrunsson. Númer 15, Styrmir Bergman Friðriksson. Númer 16, Brynjar Bergman. Númer 18, Sölvi Freyr Atlason. Númer 20, Jonathan Jacob Ottoman. Númer 22, Bjarki Reyr Jóhannesson. Númer 24, Kári Arnarsson. Númer 26, Daniel Jan Ottoman. Númer 29, Ævar Þór Björnsson. Númer 34, Miroslav Batsinski. Númer 51, Níels Þór Hafsteinsson. Númer 52, Gunnlaugur Þorsteinsson. Númer 60, Egill Þormóðsson. Númer 83, Otur Reyr Franklinsson. Þjálfari er Gunnlaugur Þórðsson. Já, þá er Bjarni Töframaður, plötusnúðurinn búinn að lesa inn liðin. Hvernig líst þér á þetta, Kristín? Mér líst rosa vel á þetta. Bara mjög spennt. Þetta var hörkuleikur sem var á þriðjudaginn hjá þessum liðum. Sá leikur endaði 6-5. Staðan fyrir þriðja leikluta var 6-3 fyrir SA. Og þeir voru nú, já, að þeir virtist bara með vel sigraðan leik þegar þeir gengu inn í þriðja leikluta, en Eskirðingar byttu hérna aðeins frá sér. Og það verður afar spennandi að sjá hvernig þessi leikur spilast. Þessi lið hafa nú mæst nokkrum sinnum í úrslitum. Já, þú segir það. Náður að fylgjast með leiknum á þriðjudaginn, Kristín? Ég horfði ekki á hann allan, en sá bróðurpartinn. Mjög spennandi. Nú er liðin búin að öskra sig í gang. Það er aðeins fara að tínast í stúkuna, bæði rauðar og bláar treyjur, sem er vel. Og ég bind mikla vonir við það að þessi leikur hann byrji eins og seinasti leikur byrjaði. Það var bara byrjað af fullum krafti og allir spóluð af stað. Þetta er leikur sem getur boðið upp á mikla skemmtun. Þetta virðist nú alltaf vera klárt hérna. Þegar sé vera að bíða þessum 10 sekúndur sem er að líða á klukkunni. Ekki ólíklegt.
skemmtinin að hefjast. Nú fer þetta að hefjast. Það er tími upp á klukkuna. Það er Óli Þór, dómari, kominn á miðuna. Það er Jóhann Már Leifsson og Kári Arnarsson sem mætast í uppkastinu. Það er Vestfirðingar sem vinna þetta uppkast. Ströng sendingin alltaf yfir. Línumenn kann að spila hérna. Jónan reynir hérna skot. Það var bara lent í vörðin í þessa. Annar skot frá Jónatan. Hann ver þetta í markinu, hann Jakob Enfeld, hann er að vera drjúgur fyrir SA í vetur. Bjarki, það sendi ykkur styrmi en það hefnast ekki alveg. Nýr sem hirðir þetta upp. Bjarki, Markus missi pökkinn hérna. Kemur aftur á Bjarka hérna. Þeir ná að halda honum. Róa leikinn hérna. Unnar behind you, Unnar, Ola. Unnar behind you. Löng sending hana fram. Æsing. Fristing. Eða ísingur. Nei, það er ekki fristing. Eða æsing. Ormur með rosalegt skot og skorar hana fram hjá Ævari. Þetta var fín negla hjá honum Ormi hérna. Við skulum sjá þetta endurtiki hérna. Þetta gerist bara beintur uppkastið. Við sjáum þetta hérna. Uppkastið hér. Hann tekur pökkið beint og hann lætur bara vaða á markið og beint í hornið fyrir ofan Ævar. Staðan 1-0. Já, tæplega 2 mínútur liðnar af fyrsta leikluta. Þá geta að spila í Vestfirðingum upp á svæðinu. Kári reynir hann að skot. Síðan illa númer á bakinu á markmannunum í SA, hvort það sé 55 eða 35. Það kemur að ljós bara á eftir. Áfram við spilað. Það náðu að snerta pökkinn hann áður hann fór yfir miðlínuna. Aron. Það er góð pressa hjá SR. Mattías kemur pekkinum hérna niður í svæðið Vestfirðinga. Það er Daniel og Tómas sem býr hérna bakvið. Andri Mikael sína pressar á hann. Hann er nú að fiska á hann pökkinn. Nú kom pekkinum ná fram. Daniel hérna vandrar gangi með pökkinn hérna, missir henni hérna. Það er Hafþór sem náði hérna, náði fínni fyrirgjöf. Jóhann Már Leifsson. Hendur hann niður. Það var góð tilraun. Mjög fín tilraun. Snöggir.
Þeir reyna aftur. Annað færi hérna fyrir Essa. Unnar Rúnarsson hér, kemur Pekkin á bakvið. Eitthvað vildi Essa ekki að fá dóm hérna á þetta en það var svo mikið flautað. Hér var frystingu. Ég vildi að meina að þessi ríkan að leikmenn Essa hafi verið rangstæðar hérna þegar kom skot á markið en dómarinn ekkert í sammála. Ávar meðturleikurinn. Orri Pekkin legur á Ólaf Hanna sem komur sér niður. Það er Sölvi kominn áfram. Það er biðdómur á Akureyringa. Kári yfir á Bjarka. Axel yfir hér og þetta var Níels þarna sem náði þarna skotinu en hér er flautað. Og mér sýnist Orri Blöndal að vera fá á sig 2 mínútur fyrir tripping. Og þá eru S-eringar hér að spila á yfirtölunni. Akureyringar ná að koma Pekkinum út. Kári sendur á Axel hérna. Axel sendur Pekkin alla leið yfir. Ná að halda honum inni. Pekkin ganga sín á milli hérna. Sölvi eitthvað að vandrast með Pekkin en það er stjórn á honum aftur. Það er þétt vörnin hjá Essa. Fínt skot þarna hjá Sölva. Hann varði þetta vel í markinu. Sölvi reyna annað skot en það lendir í vörninni hjá Essa. Það er Jakob Enfeld sem er í markinu hjá Essa. Það hafði þetta rétt áðan. Sölvi tekur Pekkin inn. Hendur hann langt yfir. Það er Egill. Lendir hann í smá klassi. Þeir eru með stjórn á Pekkinum hann niður í hóðinu. Og Robby. Björn Robert. Tekur skotið. Lendir hann í vörninni. Áfram eru Akureyringarnir að verjast vel hérna. Níels tekur skotið á yfir. Þá voru að spila Akureyringarnir fullmannaðir. Jónatan gefur Pekkin að vera djúpt niður. Akureyringar með skot hérna. Þetta er Heiðar hann sem lúrði fyrir fram á marki á Ævari. Það er að koma kill og Pökk hérna. Pökkurinn eitthvað að vandrast fyrir fram mark Akureyringa. Það er Orri Blöndal sem tekur stjórnina á þessu.
Pekkinu djúpt niður. Það Gunnlaugur Þorstinsson sem komin hérna á móti. Númer á honum hérna. Það ekki Andri Þór Skúlason sem var hérna með honum. Markur Pekkinu að Bjarka. Bjarki skautar hann upp. Undir Pekkinu niður í hornið. Það Pétur Mokk. Aftur eru Akureyringar að fá þessi refsingu hérna. Það markaskorarinn Ormur Karl Jónsson að fá 2 mínútur fyrir að halda eða holding. Já. Þá eru SR-ingar aftur manni fleiri. Það Akureyringar segja uppkastið og koma Pekkinum út í svæðinu. Kemur Kári hér inn. Vestfirðingar að ná að stilla sig einhvern veginn upp í yfirtöluspilið. Kári, Sölvi, Kári aftur. Kári reyna hann að stungu sendingu á hann. Styrmi Mokk sem ætlaði svona annan að spekla hann framjá. Bæði lið skipta út fullri línu. Hanna mínúta eftir að yfirtölunni. Björn Robert, Pétur, Robby. Sendi hér á Björn Robert. Björn á Pétur. Pétur reynir að skota, stöngina út. Björn Robert. Pétur. Björn Robert aftur. Egil. Egil reynir hann að bara skot. Það fer í húðan hjá Jakobi. Gunnlaugur tekur bara skotið viðstöðulaust. Robby hér í léttum daradans bak við markið. Meðan Andra Þór Skúlason 10 sekúndur eftir yfirtölunni. Þessi líka að skipta hérna. Andri Már Mikaelsson að fiska pökkinn af Jónatan. Það skot þarna. Það mikil orrahríð að markið Eskfirðinga núna. Leifsson, Andri Mikaels. Skot aftur hér. Þetta var Andri Mikaels og Jó Leifsson en við komumst inn í sendinguna hann Sölvi. Áfram eru Akureyringar með stjórn á pekkinum. Hafþór. Löng sendingin upp á Kára Arnarsson. Náðu hann að skoti. Jakob var þetta vel.
Markus með skot og Jakob verður þetta vel. Einhver hiti hér í mönnum. Sem er svo sem skilja þetta, þetta er úrslitakeppni. Það er búið að heldur bætast í stúkuna, Kristín. Dómararnir festa bara aftur niður markið. Sýnist að dómararnir þurfa að bora niður mörkin. Fingrum hér í augnablik. Já, Kristín, hvernig finnst þetta búið að svona spilast núna fyrstu mínúturnar? Mér finnst þetta bara spilast vel. Mér finnst þetta æsi spennandi. Hraði leikur. Mér finnst SR kannski vera svolítið meira í sókn. En SA kannski með svolítið öflug skot. Fleiri skot á mörk. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. SR-ingar á að halda pekkjum með niðri. Þannig að lúmst fyrirgjöf. Þetta var góð pæling. Þetta var góð pæling. Unnar Rúnarsson hann að komast út en þetta er mikil barátta, það er ekki að segja annað. Þú er mikil barátta hérna. Akureyringar ná að hérna. Já. SR-ingar hérna kasta pekkjunum inn í þessa og bara taka skiptingu. Akureyringar gera það sömuleiðis. Taka tíma, stilla rétt upp og fá allir leikmenn inn. Það er Bjarki sem kemur undan markinu. Það er eina skoti. Ævar kom pekkjum var að beint í spilanda strax aftur. Jóhann Leifsson hérna siglar að stað. SR-ingar verða að fá á sig dóm hérna sýnist mér. Það er Gunnlaugur Þorsteinsson sem er að fá á sig 2 mínútur fyrir að 2 mínútur fyrir að krækja eða hooking. Kati Jóhann sagði SR. Akureyringar ná hérna stjórn á pekkinum. Ná að kasta pekkinum út hérna. Hér sjáum við færi. Ágætis tilraun hjá Jóhann Má Leifsson áðan. Við höfum síðan gera þessa hreyfingu í nokkuð skipti áður. Nú liggur hérna SR-ingurinn niðri hérna. Eitthvað eru
S-eringarnir hér ósattir. Óli Þór dómari er að fara hér í dómarkrísina. Býður ábyggilega línumirina sína. Svandís Grafsar aðgerðar. Já, Kristín, þetta er búið að vera svona léttur hasar í fyrsta leikluta. Það eru rétt rúma 15 mínútur liðnar og já, liðinu er búin að skiptast á að vera í yfirtölunni. Komum með 1 mark hérna frá honum Ormi sem var nú bara listilega vel gert hjá honum. Já, sammála því. Það er alveg við í búist að þetta verði bara svolítið svona leikur. Já. Mikil átök. Það eru allir þyrstir í að vinna. Allir þyrstir í Íslandsmeistaratitilinn. Og kannski S-eringar núna þyrstir af því að Akureyri vann síðast. Já, og hafi verið hérna, hefur verið, já, langt síðan að S-eringar hafa verið í úrslitum og svona, já, verið með nægt lið til þess að keppa. Þetta hefur verið svona, já, þessi keppni milli SA og Fjölnis undanfarin ár. Akkurat. En núna eru hér S-eringarna komin í úrslitin allavega. Það er 4,5 mínútur eftir þessum leikluta. Já, og Akureyringar eru hérna í yfirtölunni. Já. Það er gaman að sjá hvernig þeir ná að vinna úr því. Hvort hann er að nýta til góðs. Það er mikil barátta þarna fyrir fram á marki sé ég, mikil hnoð. Þeir missa pakkinu. Annars ágætt spil hjá Akureyringum hérna lengst af. Það var ein sending sem klikkaði inn. En það er bara svona. Hérna brakki afsending. Og það var skot. Það var laust skot. Dómari kallar að hreyfa pökkinn. Einn áður og hann tekur skot og það er framhjá. Skot framhjá. Þetta var tæft, samt? Þetta var tæft, já. Eitthvað eru menn láta í sér hér á bekknum en það er nú bara eins og venja er. Sölvi tekur skotið. En Jakob klár í markinu. Rétt rúma 2 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Staðan 1-0 fyrir SA. S-eringar byrja þetta uppkast. Robby hérna í horninu. Akureyri kom hann á mót en Jónatan Óttúma hendir pekkinu bara aftur inn í svæði SA. Gunnar.
Settingunni upp í það er Gunnar sem tekur upp pökinn hérna, hann tekur skotið og það var rétt yfir Ævar. Jóhann, aftur er Gunnar komið með pökinn hér. Pökkur er skopparinn upp í loft. Það er Gunnar Þorstinsson að hendi pökkinum inn í svæði þessa. Pétur mókir pressuna. Nei, Styrmir bróðar hans fyrirgefið. Það er Bjarki sem hendir pökkir hann niður til og alla leið í frystingu. Þá fáum við uppkast í varnarsvæði SR. Þannig að 1 mínúta og 5 sekúndur eftir. Fínasta skot hjá Örvar Blöndal hana, alveg úr horninu á bláu. Rataði á beint á markið. Hér er uppkast. Enginn var eftir að fyrsta leikunda. Akureyringar halda pekkinum inn í svæðið SR-inga en Dróberg sendir pökkinn yfir. Bjarki Sölvi siglir inn. Sölvi er búinn að snúa það af sér nokkra hérna. Hérna var skot, Jakob var í fyrsta skotið. Jakob var í fyrsta skotið og síðan frákastið. Þrjár sekúndur eftir. 33 sekúndur eftir. Já. Náðu þeir að jafna á þessum 33 sekúndum. Það er eitthvað... Á nokkurn að halda pekkinum inni. Eða hvað? Skopla pekkinum út. 10 sekúndur hér. Þeir taka sér tíma. Já. Reynt að vita sér. Og hér Lín rennur fyrsti leikluti út. Kristín Kallmatt. Hvernig var þessi fyrsti leikluti? Bara æsi spennandi. Já, þetta var bara mjög spennandi. Það er bara, já, ekki eftir að segja hana. Mikil harka, mikil nóð. Já, við Kristín tökum okkur hér örstutt hlé, skellum í okkur kaffi og einhverju. Við verðum komin hér aftur eftir svona cirka bara 10 mínútur. Sjáumst þettir.
Þarna erum við. Jæja, þá erum við komin loftið. Og stúkvanna er óðum að fyllast. Og staðan er 1-0 fyrir SA. Ormur Karl Jónsson með markið. Beintur uppkasti inn í svæðið SR. Greip hann að tækifæri, skaut og skoraði. Og en svo er þetta búið að vera bara svolítið svona kaflaskipt hjá þeim. Sammála því, Kristín? Já, ég er sammála því. En það er svolítið munur á þessum leik. Heldur á leiknum á þriðjudaginn. Liðin eru svona aðeins settlegri, að má orða það þannig. Það er ekki jafn mikill hamagangur. En það er nú bara þannig að Jónatan og dómaði hendi pekkinum inn. Og það er leyfilegt í hockey. Mér sýnist nú að menn hafi verið á snöggir að flauta frystinguna þarna áðan, þannig að það er tekið uppkast á miðju. Það eru SR-ingar sem vinna þetta uppkast. Það er Níels sem nær pekkinum hérna. Það var skot frá honum. Binnur óvart á bláu línni og speklaðist upp. En það fór yfir. Unnar, hann er komað pekkinum frá en það er Gunnar aðeins sem nær þannig að koma pekkinum út. Það er Unnar með háa sendingu yfir. Á hann Derek Goulet sýndist mér. Þarna var hann Pétur Sigurðsson. Pressunni fyrir SA. Gautur upp með Markus. Hér fáum við frysting á SR. Það er SA sem vinnur þetta uppkast. Hann á lúmst gott hjá honum Ennari Grant. Robby sendir pökkinu yfir á Markus. SR-ingar ná pökkinum. Það er Robby sem kemst inn áfram. Það er sendingu hana yfir. Hérna eru Akureyri komnir eiginlega þrír á móti einum. Það er Bjarki sem hérna kemur hér og bjargar fyrir SR á seinustu stundu. Robby skotið áfram. Pappa Egil og Jói Leifs hérna eitthvað. Löng sending á Jónatan en komst inn í sendinguna hann Baltasar. Sending yfir á Baltasar hérna. Sölvi, Axel og Axel með skotið. Og Jakob er
Guðni verið undan marki. Baltasar nær að skópla pekjunum inn en kalla, halda spila bara, það ekkert flautað. Löng sendingin upp yfir. Það Matthías sendir yfir á Ævar að held. Ævar reynir hann að baka þetta skot en það vantaði öllu djúsin á það. Guðni ná að brjóta þessa sókn aftur hjá Sendingum. Kalla að spila. Ekkert verið að stoppa leikinn hér. Fyrir hristingar, en það var þetta ekki hristing. Matthías, Andri með á honum. Langsendingin yfir á Ævar. Derek. Þeir taka bara pökinn út fyrir hérna. Ormur. Löng sendinga hér yfir. Náðu ekki að hitta á spaðanni á eina með neinum. Og þá fáum við fristingu. Liðin eru að spila hratt, sókn og vörn, skiptist hratt á milli helminga. Ekki langar sendingar. Nú erum við í sóknarsvæði Akureyringa. Þeir vinna pökkinn. Fínasta spil hjá Sendingum minna. Þetta var vel útfært hjá þeim. Brynjari Bergmann og Robby Sigurðssyni. Við horfum á þetta endur sínt. Þeir komast hérna út saman. Sjáum við þessa sendingu hérna frá Robby á Brynjar. Hann lætur bara vaða á markið. Þá staðinn á 1-1 Kristín. Allt í járnum eins og þú segir. Það er allt í járnum. 1-1. Akkurat 4 mínútur liðnar að öðrum leikluta. Já, Akureyringar ná að koma pekjunum niður. Númer 16, Brynjar Bergmann til skorar fyrir SR. Langt inn skot fyrir hjá honum. Robby Sigurðsson. Gunnari. Ná kom pekjunum henni. Hafþór. Nei, Heiðar segi ég. Þeir vinna pökkinn Sendingar. Þarna hafði dómarinn eitthvað fyrir sendingunni. Þeir reyna skot. Péturinn að kemur pekjunum út. Unnar skópla pekjunum upp í látið. Heiðar eftir. En Ísson tekur pökkinn innan fyrir SR og hendur á Jónatan. Dómarinn með ristingu. Það er rétt. Akureyringar sem vinna þetta uppkast en það er Sendingar sem ná stjórnina hérna. Skópla pekjunum bara hátt upp í látið.
þétt vörnin hjá Akureyringum. Já, þeir voru ansið margir þarna. Alls konar baráttu hér í varnarsvæði þessa. Dýrikjörn tekir mót Markus. Hann er alla leið niður og bara alla leið í frystingu. Óþarlega löng sending. Já. Akureyringar að vinna uppkastið, að missa það fljótt aftur. Ekkert hraut á þetta dett hjá Brynjari Bergmann. Yfir Axel, kemur pekkinn á það djúpt niður. Kemur Einar. Langt skot á Ævar hérna. Ævar hendir pekkinn áfram í spil. Halldór Ingi sem alls konar tæklingar í boði hér. Fínt skot hjá honum Halldóri Skúlasyni hérna. Ævar náði að grípa þennan pökk. Nóð hérna í skiptingunni. Já, menn er að skiptast á hvatningarorðum, skulum orða það þannig. Já. Eskfirðingar vinna puckinn. Reyna að spila honum út. Einhverjum erfiðleikum með það. Þeir pressa. Já, mikil pressa hjá þessa. Þeir hafa gert það í vetur að vera að pressa hátt. Já. Það hefur gagnast þeim vel í vetur. Pétur. Engin frysting, segja línumennirnir. Egill reynir hann að rétt lúmska sendingu á Pétur, en það var Jakob sem var búinn að loka markinu þannig. Löng sendingina fram. Það er Pétur og það er engin frysting á þetta. Hann reynir á laumunum. Ágætis tilraun hjá Robby Sigurðssyni.
eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Alls konar tæklingar hér á miðjursvæðinu en menn standa upp jafn harðan og halda áfram. Þessi nær pekkinum inn í svæði. Hann er hann Gunnar Varnarmaresa, það er erfitt að eiga við hann í hornunum. Hann er bæði sterkur og klár. Einhvers konar færi fyrir Æsir þarna dettur Andri Már Mikaelsson við og á markið og það losnar af. Við þurfum að laga það. Sækja borvélina og festa betur niður. Þeir gengur upp í stúkum og heyringu. Hann eitthvað pípaði sendingin. Pétur með sendingu sem hefnast ekki alveg. Það er Gunnlaugur Þorsteinsson sem náði þessari sendingu. Og hér er Hafþór. Reynir hann að fyrirgjöf en það gekk ekki alveg. Pétur hendur pekkinum inn. Löng sending fram hér á... Já, hver var þetta? Já, þetta var hann... Já, var þetta ekki Björn Róbert? Þetta var rosa góð hugmynd. Nei, þetta var Brynjar Bergmann. Hér er Heiðar. Ævar fyrir langt út á markinu. Já, fór í létta skóaferð. Langt skot hérna. Þetta var hættuleg sending, laus, beint fyrir frá markið. Robby með skot. Jakob greip þetta vel. Sá þetta skot allan tíman. Æsir ná góðan pekir það fyrir. Gengur eitthvað hálfilla. Eitthvað ping-pong á pekkinum en Jakobi Enfeld líst ekkert á þetta og ákveður að bara stoppa þetta. Langt liðið á annan leikluta, rétt rúmlega hálfnaður. Staðan 1-1. Kemur Mattias. Á hann Ævar en það er Jónatan sem nær pekkinu minna. Kemur Bjarki undan marki. Sendir á Styrmi en Styrmi er ekki alveg að ná sendingunni.
Það er Styrmir Mokk sem kom bókinn hérna, tekur skotið. Það er Jakob í marki þessa sem plakar pekkinu framjá. Það er Björn Róbert sem vinna leggur á stað. Sendur á hann Sölva. Reyna að viðgjöfa hann á hann Axel. Skot á löngu færi hérna en Jakob var þetta vel. Löngin yfir á Andra Mikaels. Fín stungusending á Jóleif sem hefði getað speglað honum inn. Það missar pekkinn út úr svæðinu. Einhvern veginn á S-eringar að halda pekkinu inn í svæðinu hjá SA. En það er Derrick Gulley sem kemur hérna inn. Tekur skoti á Ævar. Ævar fristir þetta bara. Ég veit ekki, Kristín, hvað finnst þér skotin? Er þetta ekki svona, já, til þess að segja jafnt á skotum í þessum leikluta? Jó, ég myndi segja það. Kannski munar einhverjum 2-3 ef það munar einhverjum. Já, sammála því. Mér finnst þetta að vera allt öðru sér leikluti heldur en fyrsti. Já. Meira svona ping-pong eins og segir. Já. Ekki mikið kannski góðar sendingar milli manna. Markús með skot þarna sem náði í gegn en Jakob varði þetta. Þessi halda pekkinum. Þarna nær Heiðar að komast inn í sendingunni á Markúsi og þeir ná stjórn á pekkinum við það, Akureyringar. En það bara örskamma stund. Þá kemur Sölvi. Sölvi siglir inn í gegn, eða hvað? Nei. Kári, Sölva. Sölvi hérna í horninu, við batta. Það er svo sagði ráðan Kristín að Akureyringarnir eru þéttir í vörninni. Já, það fyrir ekki margt þarna inn þegar þeir eru fyrir fram á markið. Færin eru ekki gefins. Það þarf að nýta þau vel. Esseningar vinna pökkinn. Skot beint af blálínni. Battan. Pétur. Heiðar. Missi pökkinn. Esseningar vinna. Hávolum sending hérna yfir allt og alla. Þetta fær að lóðbeint í frystingu. Það eru Akureyringarnir sem já, það virtist Akureyringar hafa vunnið. Það var Frysting sem vunnið þetta og hendur pekkinum í frystingu bara aftur. Það var furðuleg uppkast.
Þeir leikmenn geta nýtt þetta í smá andað á meðan. Það er önnur tilraun. Akureyringar vinna uppkasti og reyna skot. Það varði. Tæplega 5 mínútur eftir. Já, staðan ennþá 1-1. Hún er 1-1. Bæði lið í raun og veru að spila jafn í pökkinn. Já, þetta er búið að vera svona fram og tilbaka Fram og tilbaka. þennan leikluta og það er búið að vera alveg fín færi hjá báðum liðum. Orri með dundru hana rétt framjá. Nú minnur SR pökkinn, laugsending. Orri sem Andstæðinginn. nær að taka þennan pökk niður og koma honum inn í svæðið, en það er Markus sem missir pökkinn, hann Andri Mikaelsina tekur bakanda skotið en það er rétt framhjá. Og þá er það Sölvi hérna, mótunum eru fyrir sér. Pökkurinn fer hana bara hátt í loftið og upp í möskuna. Það var ekki auðvelt fyrir hann að komast þarna í gegn. Nei. Vörn. Góð tilraun engu síður. Það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Ari reynir hann að koma pekkinum á liðsfélaga en það gekk ekki alveg, en þetta er allt saman að reddast hérna fyrir þá núna. Ari tilbaka á Halldór Inga. Halldór hérna leggur á stað. Heiðar skópla pekkinum inn. Bjarki í hóðninu með Unnari í sér. Hress barátta hérna í hóðninu, en það er Styrmi Mók sem kemur pökkinn út og Jónatan með honum. Sjáum hvað Akureyringar eru aggressífir í pressunni, háu pressunni. Þeir taka bara pökkinn út. Gulli hérna yfir án Andra og það er Halldór sem snýr hérna við. Hann tekur bara skotið, hann lendir í Ævari og yfir. Akureyringar ennþá með pökkinn í höndunum. Pökkur rúlar ekki alltaf yfir, þannig að það er alltaf fram að spila. Það er Ormur sem vinnur pökkinn inn og hann tekur bara skotið. Hann skoraði fyrir SA áðan og mér sýnist að langa til þess aftur. Robby Egill. Egill hér fast heldinn á pekkinum. Sinningar náðu að halda honum inni. Robby reynir bara þarna tekur viðstölu skot en pökkurinn ekki alveg nógu rólegur. Axel skotið að framhjá fjær. Markus Ólafsson með skot frá langt frá og skorar. Tók nú ekki eftir því hvort að pökkurinn lendi þarna í einhverjum á leiðinu, við sjáum það hérna. Ef við sjáum það ekki hvort hann hafi ekki bara farið beint í Jakob og inn. Einu og hálf mínúta eftir af öðrum leikluta, staðan á 2-1 fyrir SR. Og
Stúkan er búinn að taka við sér. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Markið SR skoraði leikmaður númer 6, Markús Máni Ólafsson. Andri Mikaels inn með skot. Kökkurinn skoppaði hana fram hjá mönnum. Með stóðsendingur á leikmaður númer 9, Axel Snær Ég skoplaði hann. Pekkinum út hann Einar Grant með bakandaskotið. Það er engar 2 mínútur á það. Það þarf að gerast í varnarsvæði og yfir glerið. Það er beint yfir glerið. Það var Akureyringar sem koma Pekkinum inn. Níels styrmir aftur á Níels. Bjarki missir hana. Já. Óli Þór dæmir hér Bjarka 2 mínútur fyrir hindrun eða ólöglega hindrun getum við kallað interference. Það má ekki fara í veg fyrir eða hindra för leikmannsins að pekkinum. Það er að segja að hann er ekki með pökkinn og hann er að skauta áfram. Akureyringar með fín skot, Halldór með skotan lent í vörninni á SR. Það er Sölvi, nei, þetta er Axel sem með stjórn á pekkinu mína. Hann hendir pekkinu bara út úr svæðinu, hátt á langt. Engin frysting þar sem SR-ingarnir eru manni færri. Halldór skólusendur á Unnar og Unnar hér skautar upp. Mætir Vinnisson Maxel. Heiðar kemur inn á stað. Jóhann frá Heiðar. Löngsendingan yfir. Vel spilað hjá þeim Akureyringum. Hér henda SR-ingar pekkina bara út úr svæðinu og hér rennur annar leikluti út. Já, staðan á 2-1 fyrir SR. Já, Kristín. Þessi leikluti, kallt mat. Þitt ískalda mat. Já, þetta hefði geta fallið hvoru tveggja við. Þetta voru bara mjög jafnt leikluti og örugglega svipum mörg skotamörk. Það var einkenndis pínu af ping-pong eins og nefndir hana. Fakkurinn var ekki lengi hjá hvoru liði. Nei. Það er ekkert öruggt í þessu. Það er ekkert öruggt í þessu. Staðan er eins og staðan 2-1. Nú að renna yfir ísinn og svona. Það verður leikluti eftir. Einn leikluti eftir, 20 mínútur á haki. Já. Staðan er önnur núna heldur hann var eftir annan leikluta Norður Akureyri þar sem staðan var 6-3 fyrir þessa. Já. Dálítið færri mörk núna. Já, dálítið færri mörk núna. Við eigum von á því að þetta verði æsi spennandi fyrir leiklutin. En þangað til ætlum við að taka í örstutt hlé og fá okkur kaffibolla eða svo. Sjáumst eftir smá.
Já, góður áhorfendur. Við erum komin hérna í þriðja leikluta. Staðan er 2-1 fyrir SR. Þetta er búið að vera töluvert þyngri leikur heldur en leikurinn á þriðjudaginn. Já, þið meina þyngri, það var svona ögmeiri hraði og aksjón á mönnum. Spilið er búið að vera í svona þyngri kantinum í kvöld, en það breytir því ekki að það eru 20 mínútur eftir. Menn geta gefið hér allt í þetta. Jæja, liðin eru klár. Skottölur úr fyrsta leikluta voru 9 skot SR mótið 13 SA. SR-ingar henda bekkjunum allalega niður til hérna. Þetta eru þeir manni færri í 45 sekúndur eða svo í viðbót. Jóhann. Skot þarna, held að Gunnar hafi nú skotið þarna í sinn eigin mann, en það er betur því ekki. Orri Jóhann tekur skotið, lendir þarna í varnarmúrnum hjá Birni Róberti og pökur hann upp í loft og upp í netið. Litlar 4 sekúndur eftir að refsitímana hjá Bjarka hjá SR. En það er nægur tími fyrir uppkast og já, mögulega skot fyrir SA. Unnar löng sem líkna og það er skot. Fyrir gott skot hjá honum Halldór Inga Skúlasyni. Ná, ég var sá þetta allan tíman og greip þetta. Ágætlega útspila hér hjá SR. Sölvi hér, sigli bak við mark. Þetta var rosalegt færið þarna. Axel Onogan með ágætisfæri en setti pökkinn í hliðanettið. Jónatan með skot, lungu færi, speglast af vörninni og upp í netið. Mjög svipað eins og hinum megin. Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Það er skot frá Birni Róberti. Skot þarna frá Markúsi á þröngum stað. Akureyringar ná að halda pekkinum. Já. Mór pekkinum það niður. Spila hér í Einari Grant og hann Hafþór. Hann kemur hér í gegnum allt, kemur pekkinum fyrir og það er Orri Blöndal sem tekur skotið og það er framhjá Bilming skot af blálínni.
Einar með skotið. Ævar grípur þetta. Það var fínt skot hjá Einari Grant þarna, fór í gegnum alla þvöguna. Lúrt skotan í gegn. Línumaðurinn eitthvað að hælast þarna fyrir. Áfram eru línumennir eitthvað örlítið fyrir en allt það hluta leiknum. Bjarki Kári missir hérna fótann örlítið og missir að pekkinum. Axel Einar snýr tilbaka. Robert Níels sendir pekkinum hátt á langt og markið. Jakob í markinu bara fristir þetta. Kristín, hvernig nú eru svona nálgast 5 mínútna markið í 3. leikluta. Þetta eru svona pínu passasamari núna liðin á ísnum. Já, þeir eru að vanda sig betur með sendingar. Ná að halda pekkinum aðeins lengur hjá sér. Bæði lið vilja ná markinu. Já, svo líka það kannski vil ekki láta skora á sig mark. Nei. Það Essinga vinna pökkinn. Já. Reyna skot. Skot þarna og áfram er pökkurinn hér upp á flakki. Bristing. Já, dómarinn dæma hér hristingu. Aftur eru Essingar í sókn. Já. Akureyringar eru eitthvað, Það er eitthvað með skiptingarnar hérna. veit ekki alveg hverju voru Það inni. er ekki leyfilegt að taka skiptingu þegar að pökkurinn er í fristingu. Réttir menn verða að reyna á. Essingar vinna uppkasti. Missa hann fljótt. En ná honum. Sendir Hann var fyrir- stór hættulegt færi fyrir Eskfirðinga. Löng sending hér. Já, Rangstad. rangstaði hér. Menn hæsa sig nú ekkert yfir rangstöðu. Og hér rukkast. Það er Eskfirðingar sem vinna þetta. Eitthvað enda pekkinu bara beint niður í hendunar á Assa. Orri skópla pekkinum upp. Jóhann ætlaði að reyna að grípa hann hana en náði ekki alveg. Löng sending hérna fram. Einar, löng sending hérna upp. Jóa, það voru Andra. Nú koma þeir hafa verið drjúgir í vetur fyrir Essa, Jóhann Málefsson og Andri Mikaelsson og hér er skot frá Andra. Skrítið skop hjá pekkinum.
hérna á Böttunum í Laugardal og Pökkurinn skoppar hér út í allalega út í enda. Eitthvað verið að laga sig til hann Ævar hann í markinu. Það er búið. Allir klárir. Það er Akureyri sem vinnur þetta uppkast. Jóhann reynir hana skot. Jónatan yfir á Sölva hérna, Sölvi hérna geysist upp, skópla pekkinum hátt inn. Það er Unnar og Sölvi á eftir honum. Þeir hann að taka eitthvað létt knús. Áfram heldur leikurinn. Aftur há sendingin upp. Engin fristings í dómarinn, áfram spilað. Einar löng sendingin upp. Áfram spilað. Níels hér á siglingunni. Gunnlaugur félagi hans tekur skotið. Jakob verður þetta vel. Það er að berjast eftir pekkinum hérna. Jónatan nær ekki að koma pekkinum fram hjá Baltasar. Stungur sem eitthvað inn, en það er Orri Blöndal sem eldir hér. Robby í barð í hóðinu. Robert sendi hérna endur í kilunni á Háþóri. Jóhann lungi með pökkinn undan blálínunni nær að koma sendingu yfir á. Það sýndist að vera á Andri. En hér er Axel nær að grípa pökkinn hér. En hér koma Akureyringarnir snói hér við. Það er mikill hasar. Það er nettur hasar. Það liggur einn maður eftir. Löfmann flottar. Stöða leikinn hér hann Óli Þór. Við bara náðum þess ekki þar sem þetta gerðist hér behind the play. Sjáum þetta kannski endur fínt hér. Það er hann aðtöku upp í horninu. Það er cross-checking dæmir Óli Þór. Það þýðir ekki að deila af dómarann, hann dæmir þetta. Það er búið á bekknum. Það er búið á bekknum. Já.
heldur ósatt með Þetta getur orðið dýrkeypt fyrir Eskfirðinga að fá sig brot í þriðja leikluta. Svona. En Akureyringar hérna styttast þeir upp í yfirtöluspilið. Þeir reynsa hér út. Þetta gefur þeim rauðklæddu hér tækifæri til þess að styttast þeir upp. Hér Unnar Rúnarsson á siglingunni upp kantinn og með nattalegið hérna niður í horn. Hendur á Heiðar. Hendur á Heiðar. Halldór tekur hann að skotið, lendir hann í vörninni hjá Eskfirðingum. Þetta hefur ekki verið þægilegt að fá pökkinn í sig. Hér Unnar, hann tekur skotið. Það Sölvi sem fæði þannig pökk í sig. Sölvi hendir pekkinum alla leið niður til. Jakob kemur pekkinum alla leið hinum inn yfir. Reynandi að skota, lendir í vörninni. Sendingin yfir á Andra Mikaels og Andri reynir annað skotið. Pökkurinn þá hérna laus slottinu, það skot. Ævar við þetta, annað skot. Rúast í markið, það skorað. Á mikið að vera. Ævar hefur fengið á sig einhver 2-3 skot hérna í röð. Við sjáum þetta hérna fyrsta, það kemur hérna annað og það fer inn í þriðja. Og liðið SR aftur orðið fullskipað. SR eru aftur orðið fullskipað, staðan orðin 2-2 og 10 mínútur rétt rúmar eftir að þriðja og seinasta leikluta. Eskfirðingar vinna pökkinn. Já. Níels kemur pekkinum djúpt. Það Pétur. Pökkinn upp yfir Bjarki. Reynir annað skotið en pökkurinn fer upp í Rjáfur og þá þarf að stoppa leikinn og við fáum uppkast í varnarsvæði þessa. Þetta æsir spennandi. Þetta mjög spennandi. 2-2 leikur, 10 mínútur eftir. Það getur allt gerst. Þetta leikur sem við viljum alltaf hafa í úrslitakeppninni. Og koma pekkinum inn. Maður Kári Arnarsson kemur pekkinum inn að reyna að koma pekkinum inn. Koma pekkinum út. Bjarki sendir inn á Sölva. Sendi ekki á kantinn, það Unnar. Ævar kemur pekkinum út. Það var Axelsen að spegla pekkinum áfram en löng sendingina fram. Engin frysting, segja línumennir. Akureyringar hér við Pökkunum bestinni í hendunar á Hafþóri. Þykkur skoti og rétt yfir.
Robbie Kilva hérna á þvælingi. Og það er Hafþór sem tekur skotið og það var Orri Blönda sem hefði náð að spegla pekkinum það aftur og það er skot framjá. Pökkurinn laus og Eskfirðingar skjóta pekkinum út. Jakob kemur út á markinu og heldur leiknum lifandi. Pökkurinn svolítið að ping-ponga á milli manna hérna. Mattias reynir hann að skot. Svolítið vilt spil hjá þeim hjá báðum liðum núna. Hérna kemur Styrmir. Hendur á Níels. Níels hérna kominn inn. Það gerir Níels. Stoppar í horninu. Styrmir reynir hann að sendingu á Gunnlaug. Kemur Pétur. Pétur kemur pekkinum áfram inn í svæðið Eskfirðinga. Axel hér, missir pökkinn í hendun á Heiðari. Heiðar heldur pekkinum í honninu. Unnar kemur og hjálpar honum. Mikið darraðadans hérna í svæðið Eskfirðinga. Skópla pekkinum út. Halldór pökkinn yfir á Arnar Rafnsindi. Einar segi ég. Pökkurinn laus hann yfir fram markið. Það er Sölvi sem tekur pökkinn. Sölvi skautar hérna áfram. Og pökkurinn lendir hérna í endurinn á Pétri. Ágætis varna tilburðir hjá honum. Hér er Jóhann Már Leifsson kominn á fleygiferð. Hann er kominn hérna alveg. Sendir hérna á Hafþór. Hafþór tekur skotið. Sending, það er Björn Róbert sem er kominn inn í sendinguna. Hann skautar hérna áfram, sendir á Gunnlaug. Gunnlaug missir pökkinn frá sér. Markus sendir pökkinn á Gunnlaug. Það er Einar Grand sem kemst inn og Hafþór. Dimmi hendir pökkinn þar. Baltasar. Hann er ennþá með pökkinn hérna. Skot á löngu færi hérna. Þetta var markaskorarinn frá því fyrsta leikluta. Ormur Karl Jónsson. Ævar er eitthvað að jafna sig undir skoti. Þetta var dálítið tens. Já, þetta var svona eisandi mínútur. Þetta er rétt rúmar 6 mínútur eftir. Staðan 2-2. Það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Það eru Eskfirðingar sem komast inn í þetta en Akureyringar ná samt að valda hann að usla. Það er Robbie Sigurðsson. Sendir það langa sendingu yfir. Hér kemur Baltasar með hann með Mattias. Fínt skot hjá Baltasar hana. Annað skot frá Ormi. Derek Goulet kemur hér undan marki og hann leggur af stað. Mætir hérna Brynjar Bergmann. Pökkurinn berst í hendurnar á Unnari. Unnari er að koma pekkinum hérna niður svæðið. Pétur Mók. Hendur á Jónatan. Jónatan reynir hann að batta sendingu en Derek kemst inn í þetta. Heiðar. Unnar. Það er á Pétur. Pétur tekur bara skotið. Hann rataði á markið en Ævar varði þetta. Derek tekur skotið. Ævar varði þetta. Já, það er smá hríða markið Eskfirðingar núna. Mér finnst bara bæði liðið vera búin að gefa aðeins í. Já, það er aðeins búið að Mikil harka. stinga Stúkan koma er þess af stað. nánast full. Stúkan er nánast full. Það er ákaflega ánægilegt.
ótrúlega gaman fyrir að stiga sitt lið. Akureyringar sem vinna uppkastið. Orri sendir pökkinn niður í hornið. Andri Mikaels í pressuna. Jói Leifs kemur pekkinn á bakvið. Það er Andri og með honum er Sölvi já. Orri Blöndal. Styrmir. Orri er hérna áfram í pekkinn. Það var Ævar sem frystið þetta. Þetta var fín sókn hjá Essa þarna. Það mátti ekki miklu muna að pökkurinn hefði farið fram hjá Ævari. Mikið læti í stúkunar, tvær trommusveitir, Sinkósvegar. Gunnar, pekkinum áfram. Jonathan, skopla pekkinum áfram. Kári, Robby hendur með pekkinum, hann hendir pekkinum djúpt niður. Áfram er Axel. Tökum með bláu. Ormur ítir bara hér Robby að pekkinum. Kári inn í partinu baka markið. Það er Ormur sem kemur undan markinu með pökkinn. Pökkur fyrir út af. Pökkur fyrir út af. Já, mér sýnist Óli Þór vera að dæma Orm út af fyrir 2 mínútur fyrir delay of game og það hefur atvikast á þannig að Ormur hefur skotið pekkinum út af yfir glerið í sínu eigin varnarsvæði. Esser tekur hérna leikli. Hvað finnst þér þetta, Helgi? Já, þetta er mjög spennandi. Það er ákveðið tækifæri fyrir Esser hérna núna eins og var fyrir Essa áðan. Heldur að komi fleiri mörk? Ég á von á því að það komi allavega 1 mark í viðbót. Hvoru megin að lendin hins vegar, það er ekki gott það að spá. Nei. Ég finnst að algjörlega geta fallið bara hvoru megin við. Já. Og við fáum minna uppkast í varnarsvæði Essa. Það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Orri skóplar pekkinum út og það er Unnar sem eltir þetta en það er Sölvi sem nær pekkinum. Sölvi leggur bara af stað og hann mætir hérna bæði Heiðari og Unnari. Kári hér skautar hérna af stað, rasar við. Þeir slaka hér aðeins á. Kemur Sölvi. Tilbaka á Axel. Axel skautar hérna áfram. Tekur pökkinn inn í svæðið. Kemur pekkinum yfir á Styrmi. Sölva. Kári. Sölvi. Kári. Aftur Sölvi. Eru eitthvað láta pökkinn ganga hérna nokkuð smurt á milli sín. Akureyringarnir eru búin að eru hérna að sjá hvað vörnin hjá Akureyringum er þétt. Þeir eru vinna bóksununa vel 50 sekúndur eftir að yfirtölunni hjá SR. Og Egill Þormós kemur hérna upp kantinn, alveg á siglingunni. Einar Grant á mótunum. Egill, Robby.
Robby hér dansar á línunni. Björn Robert. Pétur. Björn Robert. Pétur. Reyndi þarna, já, hvort það var þetta fyrirgjöf eða skot aftan í markmanninn, ég veit það ekki. 2 mínútur eftir. Ætli við endum ekki í framlengingu. Fimmtán sekúndur á yfirtölunni á SR. Orri hérna slær Pekkinum út og Akureyri koma Pekkinum út. Það er Björn Robert. Unnar pressar á hann hana. Það er einhver hlíf á ísnum. Já, einhvern hefur mist hana einhverja líf. Robby. Það er á Pétur. Pétur nær ekki að koma með sendinguna hana. Þessi nær honum. Robby. Jónatan hendi Pekkinum niður. Liðin spila fullskipuð. Orri skutla Pekkinum hátt í lofti hérna. Það stundi Derek Goulet skjóta Pekkinum áfram. Heiðar reynir hann að fyrirgjöfuna. Axel grípur þetta. Það kemur Björn Robert. Hann siglir Pétur á mótunum. Björn Robert setur pökki fyrir. Hann var færi fyrir Brynjar Bergmann. Það var vel varið. Hann var tímanlega á stönginni hann. Jakob. Hafþór. Kári á Pétur. Pétur hér róar dæðist niður. Jónatan. Akkur ekki ná stjórn á Pekkinum minna. Hafþór. Andri Mikaels. Þetta eru mennið sem hafa klára leikina fyrir þessa undanfarin ár. Hér kemur Einar Grant. Snúa hérna við, 18 sekúndur. Sekúndur eftir og skot. 3 sekúndur. Hér er leiktíminn runnin út. Hér sýnistu við að fara í framlengingu. Það er spurning hvaða format verður á þessu. Mér sýnist nú dómaraleiksins hérna að vera bara aðeins að taka hér augnablikspásu. Það er smá pása hér á milli þessara leikhlutana og síðan framlengingarinnar. Kristín, þetta var nú meiri lotan. Það var alls konar í henni. Þetta var alls konar. Það er ekki hægt að segja en að þetta sé bara æsi spennandi. Já, þetta er svona leikur sem við viljum hafa í úrslitakeppni. Já, þetta er skemmtilegt. Skemmtilegt áhorf. Já. Gott sjónvarpsefni. Já. Ég finnst bara leikurinn búinn að vera jafn algjörlega. Það var komið moment hjá báðum liðum. Já. Og mér finnst leikurinn bara ekkert, mér finnst það bara falla báðum megin við. Já, hann getur farið hvort sem er, sko. Hvernig sem er, algjörlega. Ólafur Þór dómari er að fara þarna yfir málin með fyrirliðunum. Það er cirka 1 mínúta og 30 sekúndur þangað til að framlengingin hefst.
En þá já, stapp fullt í stúkunni. Það hefur enginn farið, já nema kannski bara rétt á klósettið eða sækja sér kaffibolla eða hjartastillandi. Það ætlar enginn að missa þessum lokamyndum. Nei. Þetta gerist ekki skemmtilegra. Gerist ekki skemmtilegra. Nú þegar þessum leikjum er lokið þá verða 5 mínútur spila með 3 á móti 3. Það fyrir annað liðið skora mark í 3 á móti 3. Já, það búið að tilkynna það að fara verður í 3 á 3 í 5 mínútur og það Ef ekki fannst mark úr þessum 5 mínútum þá verður það í vítaspyrnukeppni. Það er rétt þegar það eftir þessar 5 mínútur eins og Bjarni töframaðurinn sem hlutusnúður og MC hér í Laugardalnum, hann segir 5 mínútur 3 á 3. Ef það kemur ekki mark úr því þá er farið í vítakeppni. Þá er það komið á töfluna þessar 5 mínútur. Já, það Axel, Sölvi og Björn Róbert sem byrja SR megin. Það Jóhann Már Leifsson, Andri Már Mikaelsson og Orri Blöndal sem eru SA megin. Þetta eru allt reynsluboltar. Og hér byrjar þetta. Axel. Pappi markið. Axel fipast hér á pekkinum og nær Andri á honum pekkinum. Þetta verður áhugavert. Þeir fallanda við. Axel leggur af stað. Og hér koma þeir. Tveir saman, Sölvi og Axel. Axel tekur skotið. Það framhjá. Andri og Sölvi detta þarna í ísinn og eru hér og það Björn Róbert. Björn Róbert. Ekkert skorað. Björn Róbert hér. Þeir standa hér upp. Andri Mikaelsson og Sölvi. Það eru Akureyringar sem með stjórn á pekkinum. Það koma ferskar lappir inn á ísinn. Unnar Rúnarsson hér. Snýr við. Með honum Gunnar og Hafþór. Unnar missir pökkinn í hendunar á Robby. Það Robby sem og aftur nær Unnar stjórn á pekkinum. Gunnar sendir pökkinn langt upp. Unnar eldir hann uppi. Það var Egill með honum. Ævar úr markinu bara í þvílíkri skógaferð. Það Gunnar. Gunnar tekur skotið. Hann vantaði örlítið kraftinn á það. Ef þetta verið svona skot eins og honum von að vísa þá hefði þetta mögulega farið inn. Hafþór róar þetta niður. Það Derek, nei þetta Halldór. Halldór tekur skotið þarna á Ævar. Pökkurinn laus. Áframinn laus. Sendir hann fram á hann Axel. Hann hoppar út úr markinu á Jakob. Heiðar. Bjarki, nei Sölvi fyrirgeði, hann að hirða pökkinn hérna. Áfram allt í járnum hérna. Axel. Axel hérna, siglinn áfram, hvað gerir Axel? Hann bara tekur hérna hringsól, sendur á Björn Róbert, Björn Róbert. Axel bara tekur pökkinn út. Þeir verða að taka niður tíman. Inn á kemur Níels, Bjarki og Gunnlaugur fyrir SR. Bjarki hér heldur áfram, missir undir pökkinn frá sér. Það Jóhann Már Leifsson tekur hérna snúning. Það Orri Blöndal sendur yfir á Jó aftur.
Jói hérna, leggur af staðinn. Andri með honum. Og ekkert mark. Ég með sýndist hann fara inn hana en Ævar hefur náða verjast þessu með einhverjum ótrúlegum hætti. Bjarki sendir pökkinn yfir. Þetta er Níels skorar! Já, góðir áhorfendur. Þá er hér sigur hjá SR. Staðan 3-2 hér á leikslok og það var 1 mínúta 53 sekúndur eftir á framlengingunni. Ég skal segja ykkur það, krakkar mínir. Sjáum þetta hérna endursýnt. Kemur hér skóflapekkinum á, hann er Níels og hann tekur skotið og skorar. Já, góðir áhorfendur. Spennan í úrslitakeppninni getur ekki orðið öllu meiri heldur en þetta. Staðan er þá Já. Ég held að allir hafa heyrt þetta alla leið. En stálsendingi frá nummer 28, Bjarkari Jóhannesinni. Þannig höfum það. Næsti leikur er á laugardag, Skautahöllin á Akureyri. Ég hvet alla til þess að mæta þar í höllina. Og fylgjast með. Þetta verður án efa hörkuleikur, alveg eins og þessi, vona ég. Ég heiti Helgi Páll Þórisson, búinn að vera þetta með ykkur í kvöld. Með mér er búinn að vera Kristín Ómarsdóttir. Við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og við sjáumst vonandi í næsta leik. Takk fyrir og góða nótt.